Velkomin í þáttinn. Í þessum þætti ætlum við að kynnast honum vin og Birtu og segja aðeins söguna frá honum vin og við ætlum líka að kíkja á nokkrar æfingar sem getur verið mjög hentugar fyrir ykkur hundaeigendur að kunna. En fyrst að vin, mér langar aðeins að segja frá honum. Vinur er ekki 8 ára, Birta? 8 ára gamall hundur sem kom til mín í gegnum dýrahjálp og hann í rauninni var kominn á síðasta snúning vegna þess að hann var búinn að skipta 10 sinnum heimili og það var búið að ganga ansi mikið á með hann og hann var búinn að glefsa og búinn að bara eiga mjög erfitt og ég var svona fengin til þess að meta það hvort að í rauninni ætti að reyna eitthvað meira og það náttúrulega var mjög ábyrgðarfullt verkefni fannst mér en ég ákvað að taka hann og tók hann í gegnum prógrammið mitt sem í rauninni var að róa hann aðeins niður. Þegar hann kom til mín, hann var mjög yrðalaus, átti mjög erfitt með að slaka á og mjög stressaður og bara var greinlega búið að leggjast þungt á hann þetta ferðalag á honum og ég tók hann í smá prógramm og ég sá strax að það virkaði vel á hann og þegar hann fór að slaka hans á og þegar fór að ganga betur með hann, þá kom í ljós þessi frábæri hundur og yndislegi karakter sem hafði nú samt alveg einhverja svona erfiða vana sem mér þótti ekki nógu góðir til þess að hann færi hvert sem er. Þannig að ég var með hann í einhverja 3-4 vikur og svo náttúrulega kom hann því að það þurfti einhver að taka við, eitthvað heimili og ég vissi það að með því að halda áfram með hann þá var hægt að komast langt með hann en í svona ferli þannig að skiptir öllu máli hver tekur við honum og ég prófaði eitt heimili og það gekk ekki og ég var alveg á tímabili með smá áhyggjur þannig að það var lítið sem þurfti til þess að hann yrði alveg flottur hundur. Það var smá atriði sem þurfti bara virkilega að passa aðalega kringum mat og ég þurfti bara að finna eigendur sem voru tilbúnir til að taka þessu og vinna með þetta og taka honum opnum örmum og ég sem sagt bara bað Guð og góða vætti að senda mér þannig eiganda og svo kom hún Birta alveg eins og engill og ákvað að gefa vin tækifæri og Birta, hvað var það eiginlega sem fékk þig til að hafa áhuga á vin? Ég veit það ekki. Fyrst voru efins af því að það var svona mikið í gangi með hann. En svo ákvað ég eiginlega bara að þetta væri frábært tækifæri fyrir mig að æfa mig. Af því ég var að læra hundaþjálfun líka. Og þetta hefur bara gengið vonum framar og við sjáum ekkert eftir þessu. Þannig að Hvað myndirðu segja að vinur væri búinn að kenna þér síðan þekkst hann? Hann er búinn að kenna mér á mig að ég þurfi ekkert að æsa mig í hlutum eða stressa mig og líka að kenna mér rosalega margt hvernig ég get nálgast hunda sem eru svona stressaða týpur eins og hann er og það er svolítið að fara í kringum hann með ákveðin atriði þannig að hann fari ekki í þetta hugarástand. Þannig að það er svona mesta, held ég. Já. Mér finnst vinur bara frábært dæmi að, þú veist, að það er stundum hægt að gefa tækifæri hundar sem hafa glefsað, hundar sem hafa verið að sýna slæma hegðun. Það kemur oft út frá bara stressi og hundurinn er komin bara í eitthvað svona bull, bara í hausnum á sig. Eins og maður getur sjálfur farið í bara stresstímabil, þar sem maður er stressaður og maður er þá ekki að taka góða ákvarðanir þá. Nei, nákvæmlega. Og hvað ertu svona að vinna í með það núna? Hvað er svona áhersla? Ég er svolítið að vinna, ég byrjaði strax og ég fekk hann að vinna svona traust. Að ég mátti fikta í honum og veist, hann er með sár í munninum ennþá síðan ég fekk hann. Og ég þarf alltaf að þrífa það og hann vildi ekki leyfa mér það fyrst sko. Þannig að það er þannig æfingar, veist, ég get fikta í munninum og við erum núna að vinna í eyrunum og klippa klædnar og svona. Og líka bara láta hann bíða og líka svolítið svona heila leikfimi eða þú veist, svona þrautir. En við vorum líka að vinna með aðskilnaðarkvíða með hann.
Segðu okkur aðeins frá þessu appi sem að hjálpaði þér. Ég fann ótrúlega sniðugt app sem heitir Dog Monitor í Apple Store. Það sem sagt, þá ertu með appi í símanum og tölvunniðinni og appi notar sko myndavélina í tölvunni til þess að fylgjast með hundinum. Þannig að þú setur bara tölvunni upp eins og ég gera hérna inn í stofu, hann oftast hérna í sófanum þegar hann er heima. Setti í tölvunni og bara hérna á móti, þannig ég gat séð í símanum hvort hann var slak á eða gólandi. Þannig að ég gat þá fundið líka út hvernig ég gat hjálpað honum, eins og ég tók eftir að hann horfði alltaf út um gluggann hér, geltandi á allt sem var að gerast. Þannig að þá bara dró ég fyrir gluggann. Þannig að maður getur svona fylgst betur með þessu og maður getur líka að tala við hann í gegnum appið. Þetta virkar mjög sniðugt til að geta fylgst með. Aðskilnaðarkvíði eitthvað sem margir að eiga við með hundana sína. Og svo gott að geta fylgst með árangrinum og fylgst með hundinum heima og séð, vegna þess að það oft sem eigendur eru stressaðir í vinnunni og bara hvernig líður hundinum. Það er mjög gott að geta fylgst með því. Sko. Og þú ert núna að klára hundaþjálfarann og þú ætlar að vera með aðstoð fyrir hundaeigendur, er það ekki? Jú. Er eitthvað sem þú ætlar að sérhafa í meira en öðru eða ætlar að bara vera svona, hvernig er þjónustan þín? Allavega núna er ég með einkatíma og hef ákveðið það að byrja með svona heimaþjálfun, taka hunda heim til mín og þjálfa þá. Þannig að vonandi kemst eitthvað að staði því. Já, frábært. Þannig að já, ég er með Voffa-vini hundaþjálfun. Já. Nafni kom svolítið út frá honum. Já, það ekki. Já. Þannig að það er frábært. Það er nefnilega svolítið, það er pínu saga kringum þetta nafn. Já. Þegar hann kom til mín, þá hét hann ekki þessu nafni. Og hann hét öðru nafni og hann var búinn að flakka þannig á 10 heimili, svo hef ég búinn að segja. Og ég hef pínu trú á því að nafnið beri ákveðna orku eða, þú veist, að nafn skipti pínu máli. Og ég hugsaði, ok, ég fekk leyfi hjá Dýrahjálp að breyta nafn og ég hugsaði, ok, hvað langar með þessi hundur verði? Mér langar það svo mikið að hann verði vinur einhvers, vegna þess að hann er ekki búinn að vera vinur margra. Mér finnst líklegt að það eru margir sem er búin að pirra sig við hann út af hegðunum sem hafa verið í gangi. Þannig að mér langaði svo mikið að hann yrði vinur einhvers, þannig að ég fekk það í gegn að hann myndi heita vinur. Og ég hef trú á því að það hafi spilað eitthvað inn í, sko, hvernig það gengur. Þannig að það er, eins og ég segi, og hann var eldsnöggur að sætta sig við nýja nafnið, sko. Og það er oft stundum þannig þegar það hafa verið vandamál og hundar eru erfiðir að þeir tengja neikvætt við nafnið, út af það er kannski búið að skamma á svo mikið með nafninu. Eins og þetta er, þá eru oft krefjandi hundarnir sem kenna manni og það er oft þannig að fólk heldur að hundaþjálfararnir eigi fullkomnustu hundana en þeir oft taka að sér erfiðu krefjandi hundana bara til þess að öðlast meiri þekkingu og lærdóm og eins og segi, þú veist, þeir sem eru fullkomnir þeir kenna mann ekki eins mikið að þessir krefjandi, sko. Nei. Þannig að það er oft þannig að maður velur sér svona, tekur að sér þessa hundar sem margir vilja ekki, sko. Já. Þannig að ég bara þakka þér kærlega fyrir að koma fyrir það og gangi ykkur vin bara ótrúlega vel í framtíðinni. Takk fyrir. Jæja Steinar, umræðuefni dagsins þetta ósýnilega. Já. Ósýnilega, það sem erfitt er í rauninni að koma í orð þegar maður hefur þessa tengingu við hundi sinn. Þegar maður færir í rauninni þetta sem maður er að leita eftir, þegar maður er að þjálfa hund og eiga hund, sambandið er þannig að hundurinn, maður bara skilur hundinn og hann skilur mann sjálfan. Og hundurinn veit hvernig mann líður, þegar mann líður illa. Og maður sjálfur í rauninni, maður verður í rauninni bara svona eitt heimi. Þannig að hvað er það sem í rauninni er í gangi? Hvernig er þetta að útskýra þetta? Já, þetta er hérna góða punktur. Ég held að, ég veit það ekki, en mín kenning er sú að þarna þegar kemur að þessu, þá ertu komin á þann stað í þjálfunni eða samvinnu ykkar að þetta verður heppnast. Þetta er ekki komin að endastöð, það er ekki fyrir annar fellur frá, sko, eða bæður. En þarna hefur eitthvað verið gert rétt. Þannig er búin að búa til tengsl
þessi ósýnilegu tengsl og hérna sem að það er svo erfitt að koma puttunum á þetta. En þessi tengsl byggist á trausti og hérna virðingu. Já, og virðingu. Gagnkvæmri virðingu. Og þegar þarna er komið þá er allir vegi færir, held ég. Hundurinn þekkir þig, þú þekkir hundinn. Og í rauninni eins og maður segir, stundum er það eins og hundurinn er bara svo hugmanns. Já, þú ert bara að hugsa hlutina og þá gerur hundurinn það. Og ég vissi að það eru margir hundaeigendur sem þekkja þetta og hafa sagt manni svona sögur, ég bara þarf að hugsa þetta og bara gera þetta. Og það er mikið til í þessu, þetta segir mann að tengslin eru góð. Og líka það að við náttúrulega, við vitum í rauninni, það er svo margt sem við vitum ekki. Varðandi hundana og hvernig þeir hugsa og getu þeirra og læsi þeirra á umhverfið. Það er svo margt seilega sem við bara seilega vitum ekki. Akkurat. Þannig að þeir eru ofsalega læsir á umhverfið, okkur og næmir. Akkurat. Við erum svona með toppina í ísjakanum þar. Já, algjörlega. Það er alveg ótrúlegt hvað þeir skilja og hvað þeir finna. Stundum aðeins pínu fram í tímann. Og þetta er eitthvað innsæi, þetta er eitthvað sem og það er einmitt að eiga hund sem að tengist manni svona vel. Þegar maður hefur upplifað þannig, þá það held ég margir sem einmitt detta í hunda, bara fara í hundana. Þeir hafa upplifað þetta og snúa aldrei aftur, vilja alltaf eiga hund. Og þetta er kannski út af því þetta er svo ekki hægt að dreifa á þessu þannig. Það var kannski erfitt að útskýra þetta fyrir þeim sem hafa aldrei átt hund. Eitt af því sem bara er svo skemmtilegt, þetta er ekki sem maður hefur ekki alltaf svörin við, maður veit ekki alveg, við veitum þessu betur fyrir við veitum ekki allt, allt sko við eigum eftir að læra svo lengi sem við lifum. Maður hættir aldrei að læra, maður er eilíða nemandi í þessu, algjörlega og auðmýkt, það er eitt af því besta sem þú hefur í þessu og virðingu fyrir dýrinu, fyrir framæði. Og markmiðið að byggja upp traust. Þannig að þetta er bara skemmtilegt ferðalag, Steinar. Þetta er skemmtilegt ferðalag. Og ég vissi það eftir svona 50 ár, þá var einhverjir hundaþjálfarar þá að horfa á hana þátt, svona, finna hann einhvers staðar á gamalli vídeóspólu og hvað eru þið að bulla? Það var búið að ná meira í ísjakanum upp, sko. Vonandi. Já, vonandi mest af ísjakanum, svo maður getur að fara að skilja meira. Já, þetta er spennandi, þetta er gaman. Þetta er skemmtilegt. Síðustu ár hef ég verið að einbeita mig svolítið að hegðunarvandamálum hunda og ég hef verið að taka heim til mín hunda með hegðunarvandamál síðustu 2-3 árin og það hefur kennt mér alveg heilmikið. Ég hef sett saman ákveðið kerfi til þess að fyrirbyggja og vinna í hegðunarvandamálum og þetta kerfi er ætlað svona fyrir hinn almenna heimilishund og mér langar svolítið að kenna ykkur 3-4 æfingar í dag af þessu kerfi sem ég hef sett saman og kenna ykkur svolítið áherslurnar sem ég finnst mikilvægt að einblína á. Það er mikilvægt að átta sig á að engin þjálfari eins og það hafa allir sitt sjónarhorn á hlutina. Mitt sjónarhorn er svolítið litað af því að ég hef verið að vinna með erfiða hunda sem eru að sýna ýktarhegðanir, hundar sem eru eirðarlausir, stressaðir og þess áttar. Þannig að mitt markmið er oft að róa þá niður, að fá þá til að hafa aðeins meiri stjórn og hvatvísi og bara til að hlusta aðeins betur. Þannig að ég vona bara að þessa æfingar sé eitthvað sem að hjálpa ykkur og þið sjáu ykkur eitthvað fært á að nota vegna þess að þetta getur gert alveg heilmikið þó þetta sé ekki nema bara nokkra æfingar. Fyrsta æfingin sem mig langar að fara í er hælgangan og mig langar að útskýra af hverju hún er svona mikilvæg og af hverju og raun áhersluna sem ég set á hælgöngu til þess að það skili þeim árangri sem ég er að leita eftir. Það er rosalega mikilvægt að vita að það eru til ótal margar aðferðir til þess að kenna hælgöngu og það er engin leið endilega rétt fyrir alla. Þannig að það er rosalega mikilvægt fyrir eigendann að vera pínu sjálfstæðri hugsun og skoða hvað er í boði, ekki hengja sig á endilega eitt, sérstaklega ef það er ekki að virka og vera rauninni opin fyrir lausnum í hælgöngu og muna að hælganga er yfirleitt afskaplega auðveld, í rauninni auðvelt ferli ef maður sinnir því. Þannig að það er rauninni
þetta aldrei flókið sem að gera, en maður þarf bara að sinna því og maður þarf að sinna endurtekningunum og maður þarf að gefa sér tíma til þess að þjálfa hundinn. Hælganga fyrir mér þannig að hundurinn að ganga fallega við hliðina á manni án þess að tosa í tauminn. Og taumurinn sé slakur og þannig í rauninni fær maður ánægjulega göngutúra með hundurinn sínum. Og þetta náttúrulega sérstaklega að hugsa innanbæjar og í áreiti og þannig. Og það sem skiptir rosalega miklu máli að mínu mati það sem hundurinn að læra í hælgöngunni. Hann að læra að ganga fallega við hliðina á þér og þar af leiðandi að hlusta á þig og fylgjast með hvað þú ert og í rauninni bera virðingu fyrir að þið eru saman í göngu, ekki þú bara einhver endi af taumnum sem flækjast eitthvað fyrir. Og það sem þetta æfir líka fyrir hundinn, þetta stjórn og hvatvísi. Honum langar eðlilega kannski að fara að hlaupa eitthvað og komast eitthvað annað og fara að þefa þarna og pissa þarna. En það er rosalega mikilvægt að skoða þessa stjórn og hvatvísi sem margir hundar þurfa að æfa sig aðeins betur í. Og það í rauninni bara að vanda sig, halda aftur af sér, vera að vanda sig, að labba. Þetta í rauninni gefur huganum alveg heilmikla æfingu. Yfirvegun eitthvað sem ég hugsa mikið og pæli mikið í og það hefur hjálpað mér með erfiða hunda að ég oft í rauninni að lækka adrenalín í hundum og fá það í meiri yfirvegun. Þess að í yfirvegun engin vandamál hjá hundum. Það er svona sæki meira í að þjálfa þannig að lækka adrenalínið og auka yfirvegun og í fallegri göngu sem hundurinn að vanda sig, þar hann í yfirvegun. Og oft það þannig að adrenalínið fer upp þegar verið að þjálfa hann með nammi sem líka allt í lagi. En stundum finnst mér gott að geyma nammið svona inn á milli þó maður byrji kannski með nammi. En passa bara að hundurinn sé að vanda sig og sé yfirvegaður og sé ekki æstur allt of mikið upp í göngutúr. Mér finnst mikilvægt fyrir hundeigendur að skilja af hverju þeir eru að kenna ákveðnar æfingar og af hverju sjá tilganginn. Hundaeigandi þarf að sjá tilganginn með því sem hann að gera. Þannig að ef þú ert einhvern tímann á námskeiði eða fá leiðbeiningar og þér sagt einhver ákveðin æfing og þú skilur ekki alveg af hverju eða þér finnst hún ekki henta þér, þá það hindrun fyrir árangri. Þannig að það er rosalega mikilvægt fyrir hundaeigandann að sjá, ok, ég skil af hverju þetta er gott fyrir hundinn, ég skil og sé hvar þessi æfing geti hentað okkur og þess vegna langar mig að sinna þessari æfingu. Og með þessu kerfi sem ég hef búið til, þetta eru örfáar æfingar en ef maður gerir þær vel, þá maður komið með flottan hund. Og hælgangan mikilvægur partur af þessu til þess að auka og styrkja tengingu við eigandann, til þess að auka yfirvegun og stjórna hvatvísi. Næsta æfing sem ég finnst mjög gott að hafa inn í þessu kerfi sem ég hef búið til heitir á ensku Autosit. Og hún snýst það að á göngu þegar maður stoppar, þá hundurinn að setjast. Og Autosit í rauninni þannig að þegar maður er búinn að æfa þetta vel, þá sest hundurinn automatist þegar maður stoppar. Og þessi æfing felst í rauninni bara í staðfestunni á eigandanum að fá hundinn til að setjast þegar þeir stoppa, til dæmis þegar þeir farið yfir gangbraut, þegar verið að stoppa og tala við fólk sem alveg rosalega góður kostur að hundurinn sé ekki að flaðra upp á fólk þegar það stoppað og í rauninni bara setjast alltaf þegar eigandi stoppar. Og þetta í rauninni eitthvað sem að hundurinn yfirleitt mjög snöggur að ná og maður getur notað taumina til þess að hjálpa sér við að láta vita að nú á að setjast. Þannig að maður þurfi ekki alltaf kannski að vera að tala við hundinn. En þetta í rauninni kemur bara með því að fara út og æfa sig en það er auðveldara að ná þessu þegar maður er búinn að ná hælgöngunni ágætlega. Þannig að rosalega gott að byrja á hælgöngunni, ná tengingu við hundinn og síðan er bara mjög gott að fara að byrja að láta hundinn setjast og alltaf þegar það er stoppað og gott að byrja bara rólu umhverfi og verðlauna fyrir. Og það sem áherslan sem ég legg á í þessari æfingu er að þegar hundurinn sest, þá þarf hann að bíða eftir einhverju merki frá þér til þess að mega halda áfram. Þannig að æfingin í rauninni þegar hann er búinn að læra að setjast er að til dæmis að hreyfa sig og hundurinn situr ennþá kjur, til dæmis að labba kringum hundinn og hann situr ennþá kjur og þannig að innbyggt kyrr fer inn í skipunina. Þannig að hundurinn læri það að eftir að hann sest að þá þarf hann að bíða eftir til dæmis nafninu sínu eða förum eða áfram eða eitthvað til þess að vita það að nú er að fara af stað. Að setja svona innbyggt kyrr í skipun, það er yfirleitt mjög auðvelt. Það er rauninni bara leiðrétta ef hann fer úr skipun, en reyna samt að bara byggja það rólega upp þannig að hundurinn gangi alltaf vel. Ef hann brýtur skipunina þá bara einfaldlega segja nei og leiðbeina honum aftur í skipun og verðlauna síðan þegar vel gengur. Autosit er eina af þessu skipunum sem gaman er að hundurinn kunni, að maður labbi, stoppi í gangbraut, hundurinn sest,
maður lappar, heilsar upp á einhvern, hundurinn sest og þess aftar. Og maður sér oft hundana, þeir eru yfirleitt mjög snöggir að ná þessu en það snýst allt staðfestu eiganda að vilja að þetta gangi og auðvitað að halda þessu við og æfa reglulega. Næsta skipun sem ég langar að kenna ykkur ein af mínum alveg ultimate, ef ég má nota ensku, uppáhaldsskipunum. Það bíðaskipun. Og bíðaskipun hefur ákveðna áherslur hjá mér og hefur í rauninni þann kost að geta hjálpa til með rosalega mikið af hegðunarvandamálum og fyrirbyggt þau eins og aðskilnaðarkvíða, erfiðir hundar að taka á móti gestum, æsingur, óöryggi, búrvenja og það svo margt sem að þessi skipun getur hjálpað til með og þess vegna hún ein af mínum uppáhalds og bíðaskipun felst í því að hundurinn bíður þegar þú biður hann það og inni gott að nota bæli eða í rauninni bara mottu eða einhvern ákveðin stað sem búið að velja fyrir bíðaskipunina og hundurinn á að vera þar þangað til að hann heyri nafnið sitt og þetta eitthvað sem tekur smá tíma en yfirleitt mjög auðvelt að kenna hundunum og það sem maður gerir í rauninni bara að senda hundinn, maður velur stað, sendir hundinn og velur hann fyrir og ef hann brýtur skipun þá sendir maður hann einfallega aftur og eftir smá stund kallar síðan augljóst nafnið hans og fær hann til að koma úr skipun, gerir þetta reglulega og fær hundinn til að skilja að það nafnið hans sem kemur honum úr skipun. Og inni það þannig að það notað bæli en yfirleitt þegar hundurinn er góður í þessu þá hægt að nota þetta utandyra bara með því að fá hundinn til að leggjast niður eða bíða eða stundum upp á bekk eða bara upp á stóran stein. Gaman að æfa hundinn út í þessari skipun þar sem maður þarf að bíða þangað til hann heyri nafnið sitt. Þegar hundurinn hefur lært þessa skipun þá bætir maður við áreiti og það til dæmis að henda nammi á gólfið, það til dæmis að láta bolta rúlla framhjá, það til dæmis að labba kringum hundinn, það til dæmis að banka hurðina og eins og væri að koma gestir. Og alltaf ef hundurinn brýtur skipun það einfaldlega sendir maður hann aftur í skipun og velunar síðan ef vel gengur. Og þetta næsta skref að auka áreiti kringum þessu skipun, það yfirleitt mjög fljótt að koma þegar hundurinn er búinn að læra hana. Og þetta getur hjálpað heilmikið við, til dæmis þegar koma gestir sem margir eru í basli með, að hundurinn læri það að hann á að fara í bíðaskipun meðan gestirnir eru að koma inn og má síðan koma að heilsa upp á gestina þegar allir eru sestir eða komnir inn, eða þegar eigandi vill. Þetta líka gott ef maður fær einhvern í heimsókn sem hræddur við hunda, að hundurinn bíður bara í bíðaskipun, hann fær að fylgjast með, en ekkert endilega ofan í fólkinu. Síðan þetta mjög gott til þess að í rauninni aðskilja hundinn og fyrirbyggja aðskilnaðarkvíða. Þá á ég við að hundurinn læri að vera frá eigandanum sínum þegar eigandinn er heima, vegna þess að margir hundar hengja sig á eiganduna sína og fylgja þeim hvert fótmál og það getur skapað svolítið aðskilnaðarkvíða á hundinum. Þannig að bíðaskipun alveg frábært tæki til þess að nota, til þess að fyrirbyggja og vinna í hegðunarvandamálum. Og ég mæli með að þið skoðið endilega þessa skipun og sjáið hvort þetta sé eitthvað sem hentar ykkur. Síðasta skipunin sem ég langar að nefna hérna í þættinum, það kjörtskipun. Og hún snýr aðalega að mat eða í rauninni að leikföngum eða einhverju sem að hundurinn mjög æstur yfir eða finnst mjög áhugavert. Þetta kannski eitthvað sem að ekki allir þjálfarar eru sammála sérstaklega kannski eins og Steinar sem að vinnur með vinnuhunda. Hann vill ýta upp adrenalínið, hann vill ná góðum fókus og góðri einbeitingu en ég kannski meira í hundum sem eru kannski að verja matinn sinn, hundum sem eru of æstir yfir matnum og í rauninni með lélega stjórn og hvatvísi og þess vegna nota ég oft þessa skipun til þess að hjálpa mér, til þess að fá hunduna, til þess að vera hans kurteisari, aðeins betri stjórn á sjálfu sér og passa sérstaklega hundastundum sem bara rífa úr höndunum á öðrum og ef það eru krakkar á heimilinu og þetta rauninni til þess að þessi skipun til þess að bæta í rauninni kurteisi aðeins við og yfirvegun og stjórn og hvatvísi eins og ég alltaf að reyna að kenna. Þessi skipun felst í rauninni í því að maður með mat og hundurinn á að rauninni láta matinn í friði þangað til maður segir gjörðu svo vel. Kjörtskipun þýðir rauninni láta þetta kjört og oft þannig rauninni labbaði frá þessu. Þannig að ef ég með, til dæmis að elda og það dettur eitthvað niður sem ég vill ekki að hundurinn minn taki að ég geti sagt kjört og hann láti það þar með í friði. Margir eiga við þetta vandamál á göngunni að hundurinn að tína upp tyggjó og sígarettustubb og eitthvað svona. Þetta rosalega gott fyrir þá hunda að æfa þetta, að láta kjört og þetta rauninni bara
æfing og maður notar í rauninni bara, maður getur notað taum og teymt og látið detta á gólfið og teymt hundinn frá, maður getur verið með matadall og verið með hann fyrir framan sig og sagt kjört, látið hundinn bakka frá, sína kurteisi og með leikföng, maður getur æst aðeins hundinn upp, sleppt leikfanginu, sagt kjört og svo beðið hundinum að sína kurteisi áður en hann fær leikfangið og í rauninni getur maður bara leikið sér hans með þetta eftir hundi og aðalmáli að hann stoppi sig af, síni kurteisi, síni það hann að hlusta á það sem þú ert að biðja og síðan þegar að þú segir gjör svo vel að þá fær hann að fá það sem honum langar í. Þannig að eins og með þessar æfingar sem ég hef verið að kenna að þetta snýst allt aðeins stjórna sjálfu sér, aðeins að sína yfirvegun í staðinn fyrir æsingu, þess að æsingurinn oft það sem að býr til stress og býr til vandamál og þannig að kjörtskipin eitt af því til þess að aðeins að stoppa hundinn af og fá hann til þess að hlusta aðeins betur og sína meiri kurteisi. Ef þið langar að kynna þessar æfingar betur og fleiri sem ég hef útbúið, þá hægt að nálgast þær í gegnum síðun okkar í hundaráð.is eða gegnum síðuna mína, hundaþjálfun.is. Ég hveti eindregið til þess að kíkja á þessar æfingar og athuga hvort það sé eitthvað sem að henta þér þarna inni. Ég og Steinar, sem núna reyndar út í Noregi og bað mig að skila kveðju til ykkar, við erum mjög ánægð með þessa þætti sem við fengið að gera og við vonum svo sannarlega að þetta sé gagn og gaman fyrir ykkur hundaeigendur og við erum mjög þakklátt fyrir góð viðbrögð og þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og við hlökkum bara til framhaldsins. Við sjáum síðar.